En fyrst beinum við kastljósinu áfram að ungum fíklum. Hér á eftir ætlum við að ræða þær meðferðir sem í boði eru með forstöðumönnum Stuðla og Laugalands og náms- og starfsráðgjafa hjá Fjölsmiðjunni. En fyrst ætlum við að fjalla Susi Ruth. Hann var með Haugum í handbolta. Það til myndaði það sem hann Íslandsmeistari með Ásgeiri Erni og Palla frænda sínum. Við bara skiljum ekki ennþá í því að við skildum tapa þessu. Ég upplifði það svona tap. Það mér finnst bara alveg svakalega skrítið að við skiljum ekki það hjálpa hann. Susi Ruth Einarsdóttir lést árið 2007 vegna ofstórs skammts af morfíni. Hún var þá 22 ára. Susi Ruth hafði verið edrú í 4 ár, en neyslusaga hennar ekkert frábrugðin öðrum sögum en hún var hröð. Susi byrjaði að reykja kannabisefni og úr þeim fór hún tiltölulega fljótt í harða neyslu á amfetamíni og kókaíni. Hún í raun að sprauta sig í mjög stuttan tíma, minna en ár, og verður svo edrú. Þannig að þetta var þetta spannaði mjög stutt tímabil en hratt og ótrúlega erfitt, og þetta var öll leiðin og allt og upp og niður og allt þetta. En svo lauk þessu og hennar edrú tímabil og edrú mennska var líka mjög einstök og mjög falleg. Hún var frábær, hún var mild húmoristi, algjör viskubrunnur og skemmtileg, bragðgáfuð, hafði skoðun á hlutunum, en það var alltaf vel rökstuddar og maður samfærðist alltaf og með bein í nefinu og bara yndisleg. Hún var rosalega mikið allara, hún var rosalega blíð og góð og ljúf, ótrúlega klár, alveg einstaklega klár. Hún var náttúrulega besta systir í heiminum og gerði aldrei neinum illt. Í júní 2007 þurfti Susi að leggjast á spítala vegna veikinda og þar fékk hún sterk verkjalyf. Hún var fallin. Næsta herbergi við hana ótrúlega góð hjartaður maður, eldgamall kall. Hann lætur hann að hafa efni greinilega. Hann að sjá henni fyrir þessum efnum, þessu læknadópi. Enda þegar að loksins var leitað á honum eftir að Susi var farin, þá náttúrulega var hann með náttborðsskúffuna troðfulla af lyfjum. Hún hafði samband við Vog og vildi komast þar inn og hún hjarta á henni stoppar hérna aðfarnátt laugardags og hún átti að fara á Vog á mánudag. Finnst vera brengluð ímynd af fíkli. Þetta alltaf, fólk sér fyrir sig eitthvað sem hefur átt slæma fortíð eða ekkert bakland, að sé einhver vanlíðan sem ástæðan fyrir að viðkomandi fór í neyslu. Þegar einmitt ekki þannig, það oft fólks hugsar, ég get nú alveg prófað, ég mun aldrei lenda í þessu, ég ekki eins og þetta fólk. Þannig við vildum taka af þennan stimpil og það sést svolítið vel í auglýsingunum. Þetta eru 4 einstaklingar sem létust vegna fíkniefna. Fengum þarna fjölskyldu þeirra til að segja þeirra sögu og það sést í þessum auglýsingum að þetta getur verið hver sem er. Það voru allt einstaklingar af góðri leið í lífinu og áttu framtíðina fyrir sér og góða fjölskyldu og það var ekkert sem vantaði. Aðstandendur og vinir Susi Ruthar stofnuðu styrktarsjóð í hennar nafni í kjölfar andlátsins. Það þessi skilaboð sem við viljum koma á framfæri og það að þetta getur hent alla.
Þetta ekki bundið við einhvern ákveðin stétt, einhvern ákveðin hóp fólks. Þetta eru allir sem eru móttækilegir fyrir þessu. Hún hefði getað farið allar þær brautir sem hún hefði viljað. Lífið bara brosti við henni og hún reyndi eins og hún gat. Hún elskaði að barn sitt út af lífinu og hún fórnaði honum samt fyrir fíknina Fíknin vann alltaf. Því minnist þess alveg yndislega stelpu og var ekkert vant í henni. Súsi Rut dó 22 ára eftir ofneyslu á læknadópi. Sigrún Mjöll Jóhannesdóttir sem við fjölluðum fyrir viku dó 17 ára eftir ofneyslu á læknadópi og þær eru því miður ekki einu fórnarlömbin. Þeir fíklar sem við höfum fjallað í vikunu hafa annarkvort látist eða eru á endastöð neyslunar, eiga það sameiginlegt að hafa reynt að ná tökum á lífi sínu og farið í meðferð. Hér hjá mér í kvöld eru Sólveig Ásgrímsdóttir, forstöðumaður Stuðla, Pétur Broddason, forstöðumaður Laugaland sem meðferðarheimili fyrir ungar stúlkur og Sólveig Þrúður Þorvaldsdóttir, náms- og starfsráðgjafi í Fjölsmiðjunni. Ég langar að byrja kannski á þér og ykkur öllum að fá viðbrögð ykkar við þessar umfjöllun okkar í vikunni vegna þess að mörgum hreinlega brugðið eftir þetta allt saman. Veruleikinn svona eins og við erum að sýna, hann verri eða betri? Ég held að ykkur hafi tekist að sýna nákvæmlega eins og hann Hann gæti verið verri, ég þekki það ekki, en þetta akkurat eins og ég hef búin að fylgjast með Kastljósi í vikunni eins og hann blasir við mér. Og mér þótti dapurlegt að hlusta á landlækni hér í gær, vegna þess að til mín koma stúlkur á aldrinum 13 til 18 ára meðferðarheimili á Laugalandi og upp á síðkastið og síðustu 2-3 ár hefur orðið gífurleg aukning á læknadópi. Þannig að það eru stúlkur á aldrinum 13 til 15 ára sérstaklega sem að stíga sín fyrstu skref inn í þennan stórhættulega heim og með mikinn aðgang að læknadópi. Já, þannig að þetta flæðir göturnar. Þetta flæðir göturnar. Já. Hvað segir þú? Jú, ég held, ég þóttist nú þekkja mörg málin sem voru kynnt í gær, en það sem kannski vantaði, það líka góðmálin. Og það má nú segja sem ákveðið gaman að vita að það stundum ganga hlutinni vel. Og ég var til dæmis núna fyrir nokkrum dögum að fá símtal frá föður þar sem að drengur sem var búin að vera mikill í neyslu búin að vera edrú í 4 mánuður að ganga vel, fara í skóla og svona. Til allra guðslukku þá þannig að við eigum með sorgarsögur, mikla sorgarsögur og ég kannast við það, en við eigum líka stundum gengur það vel, þannig að við mögum ekki glemma því. Nei, og hvað segir þú? Jú, þetta eitt það sem við upplifum líka, raunveruleikinn svona. Og það sem ég allavega svo glöð með að það búið að opna á þessu umræðu. Já. Það nú vitum við öll hvernig þetta ekki bara þeir sem starfa að þessum geira, heldur allir. Þannig að það það sem við þurfum að gera, við þurfum að fara að ræða þetta betur og vera saman í þessu. Já, þú sagði mér það í dag að þér fyndist eins og það væri oft eitthvað feimnismál eða hálfgert tabú að ræða ástandið eins og það Mér finnst það vera þannig. Það aldrei rætt ég meina eins og með framhaldsskólana, ég talað að það sé neysla þar innan þeirra. Það sem svona mikið að krökkum á þessum aldri, það bara mikil neysla í gangi. Og sem það skólið annað. Já, og við verðum bara að opna augu okkar fyrir því. Já. Og partur af því að stemma stigum við þessu til dæmis það að nota hundana í forvarnaskyni. Því að það fer fram sala og annað slíkt á þessum stöðum. Já, það einn punktur. Hvernig þú ert að reka meðferðarheimili þar sem að koma ungar stúlkur? Já. Hvað mikilvægt að gera til þess að grípa inn í þetta neysluferli og ná að rjúa þennan vítahring? Þetta ekkert auðvelt að koma fólki yfir á beinu-brautin á ný. Ég meina, hvernig best að bera sig að? Já, stúlkur á þessum aldri svo vistast hjá mér, vistast yfirleitt gegn vilja sínum og fari gegnum þá það barnaverndarnefnd sem að vista þær hjá mér og sækjur pláss á meðferðarheimili Laugaland í gegnum barnaverndarstofu. Þær eru yfirleitt í mótþróa, þær eru ekki sáttar við að vera teknar úr umferð, en það sem að virkar að gefast ekki upp og veita þeim aðhald og hlýju
og ræða. Þetta samtalsmeðferð, þetta unnið mjög mikið á þann hátt. Við erum með ákveðið kerfi inn á meðferðarheimilinu sem að þær vinna sér inn, sem þær geta unnið sér inn með góðri hegðun og góðum samskiptum, að geta unnið sér inn og einnig sinn hlunindi og komist áfram. Góð hegðun verðlaunuð. Góð hegðun verðlaunuð. En ég vil taka það fram að oft erum við að byrja hreinlega bara að efla börnin eða stúlkurnar, unglingana í atvinnu daglegs lífs. Við erum hreinlega bara að byrja að sinna grunnþörfum sem svefni og mat og bara hlúa að þeim. Já, vegna þess að þegar þær koma þá var náttúrulega allt þetta í ólagi eins og gefur að skilja. Já. Hvernig þetta á Stuðlum? Það svolítið svipað. Við erum reynda með krakkana styttra heldur en Pétur og við erum með bæði strák og stelpur. Getum verið með krakka frá 12 ára og upp að 18 ára aldri, sem þetta er allar skalan, og það getur verið svona, þessi blöndun getur stundum verið svolítið erfið. En varðandi umræðuna, þá finnst mér mjög gott að hún er í gangi og ég tek undir með nöfnum minni varðandi það. Það sem að ég var svolítið, ég man eftir, það hefur verið í umræðinu núna undanfarið að þetta sé alltaf verið miklu betra. Kannanir sýni það að börn séu hætt að drekka og svona. Kannski meðaltalið hætt að drekka, eða minnka það. En börnin okkar eru ekki meðalið, þau eru ákveðin endi sem er erfiður og mér finnst að erfiðast endin að honum sé ekki að fara fram. Þvert á móti. Og til dæmis kannabis hjá með ungum börnum, það finnst mér vera eitthvað sem, það er alltaf lægi að reykja gras, segja þau. En það er náttúrulega sama eitrið. Já, en það að sé alltaf að reykja gras, það er náttúrulega svakaleg viðhorfsbreyting frá því sem var hérna fyrir 2 áratugum og kannski segir sitt. Það er það. Þannig að mér finnst að það er mjög gott að þessi umræða komin og það sé hort á þennan enda sem er í hættu. Já. Og reyndar eru börn þarna sem ég langar til að koma svolítið á og það eru börn sem eru, þá er ég að hugsa börn sem eru með væga þroskahömlun, einhverfurófsgreiningar, að þau eru í gífurlegri áhættu að mínum mati og við þurfum meðferðarúrræði sem að hentar þessum börnum. Já, og það er ekkert endilega það sama sem að hentar barni Nei, þau hafa svolítið aðra þarfir. Þau hafa svolítið aðra þarfir. Já. Og að mínum mati þarf að sinna þessum börnum því að meðferðarheldnin þeirra er lítil. Þegar þú komur úr þessum venjulegum meðferðum. Já. Og þetta er hópur sem ég er miklu áhyggjur af. Já, ég skil því.